Seðlabankinn tilkynnti í morgun að hann myndi halda stýrivöxtum bankans óbreyttum. Þeir verða því áfram 4,25%. Nú þessi ákvörðun var í samræmi við allar opinberar spár og þann tón sem að bankinn hafði slegið í síðustu vaxtaákvörðun. Hins vegar má greina nokkurn vilja hjá bankanum til þess að lækka vexti þegar fram í sækir. Hann bendir á að verðbólguhorfur séu allgóðar. Hér sé að draga hægar úr vexti í þjónustu útlutningi, það er að segja ferðaþjónustu og verðhækkunum á íbúðamarkaði heldur en hann og aðrir spáðu fyrir árinu og ýmislegt sem bendir til þess að hér verði svigrúm fyrir lægri raunvexti á komandi misserum. Við erum því þeirrar skoðunar að þó að vöxtum hafi verið haldið óbreytt að þessu sinni, þá séu góða líkur á að þeir muni lækka innan tíðar og það er vert að fylgjast vel með bæði verðbólgutölum og öðrum hagvísum sem að gefa okkur tónin hvað er að fara að gerast í hagkerfinu á komandi mánuðum. Því að bankinn sagði einnig að ákvarðanirnar á næstu mánuðum yrðu í meira mæli drifnar af slíkum tölum frekar heldur en einhvers konar fyrirfram myndaðri skoðun peningastefnunefndar á hvernig vextirnir ætti að þróast.